Já, góður áhorfendur. Verið velkomin í Skautahöllina í Laugardal. Helgi Páll Þórisson heiti ég og mun lýsa því sem fyrir augu ber hér í kvöld. Hér eru Sálinstinn, SA rauðir, gestir á móti bláum S-ringum, Skautar og Reykjavíkur. Bæði þessi lið hafa þeir hafa leikið SR hefur leikið 2 leiki við Fjölni. SA hefur leikið 1 leik við Fjölni. Afar ólíkir leikir allt saman. Leit nú út fyrir að Fjölnir væri að hafa sinn fyrsta sigur í seinni leikna á móti SR hér fyrir réttum hálfum mánuði síðan. En þá voru SR-ingar sem tryggðu sér sigurinn í framlengingu. Akureyringar hins vegar eru afar sannfærandi 7-1 sigur á móti Fjölni. Norður Akureyri 1. október. En eins og áður þá eru bæði lið búin að svolítið að skerpa á sínum línum. SR-ingar hafa náð til sín ungum leikmönnum ásamt nokkrum reynslujöklum. Akureyringar hafa einnig bætt í nokkrum reynsluleikmönnum, Andra Sverrisinni, landsliðsfyrirliðanum Ingvari Þór Jónssoni sem dró frá Skautana hér aftur og Birni Má Jakobsinni. Og hér er leikurinn hafinn og við bara förum beint í létta frystingu. Hérna kemur Þorgils, sendir sendingar yfir eitthvað misjafna sendingin hana, sendir yfir á Birkir, átti að vera þar á Axel Onanganen, sendingin ekki nógu nákvæm. Birkir Árnason einnig að þessu reynslumiklu leikmönnum sem hefur dregið fram Skautana á ný. Nú fyrir SR, hann spilaði fjöldan árum með Skautafélag Akureyrar, var síðan leikmaður Bjarnarins þegar þeir eru Íslandsmeistarar 2012 og núna gengir í raðir í SR. Ætlar að mögulega að eiga einhvern möguleika því að ná Íslandsmeistaratitli með 3 liðum á landinu. Einn af fáum sem hefur gert það, en það er Ævar Andriðsson sem kemur pekkinn inn. Það er Styrmir Steinn Mokkin pekkinn fyrir markið, pekkurinn laus. Ævar hér í miklum hamagangi í horninu. Pökkurinn berðin til Bjarka. Bjarki tekur hérna, reynir að taka skotið en það lendir hann í vörninni og hoppur út tilbaka. Markus Ólafsson sækir pökkinn að bakvið. Þetta er pökkinn áfram á hann Ómar Söndrursson og hendir þar niður pökkinn mann Egill Þormóðsson. Þeir eru að koma pökkinnum áfram. Hér leggja þær að stað. Hann missir pökkinn, fá sig hann Atli Sveinsson. Hér er Björn. Þeir koma pökkinn minn. Egill kemur pökkinnum áfram. Þar er Gunnlaugur Þorsteinsson. Björn sendir hérna áfram. Pökkinn með speglanir í hótt. Róða niður Daniel Ótúma. Það er eitthvað að stilla sig af. Axel kemur pökkinnum áfram á Peðar Kristjánsson sem kom einnig frá SA í ár. Pökkinnum er kastað langt niður. Smá hættuspil hérna hjá S-ringum.
Heiðar kemur byggnum þvert yfir á Axel. Axel skautaði náfram, kemst hérna í gegn. Það nú Gunnar Arason öllum hnútum kunnugur hann að bak við markið. Andri kemur Pekkirinn áfram, reyna að spegla hann hérna áfram en hann gengur ekki að koma Pekkirinn niður. Þorgils Sölvi þá kom Pekkirinn áfram en hann mætur honum. Hann Birgir Finnsson Styrmi Mokk kemur Pekkirinn áfram. Atli Sveins Pekkirinn upp kantinn, hann fellur hann við. Markmaðurinn kæfir högginn hana. Sýnir þetta vera Róbert Steingrímsson í markinu. Dómarateymi kvöldsins einnig reynslumikið og hókið af hinum ýmsu leikjum herdeildarinnar og úrslitakeppninnar. Sindri Gunnars aðaldómari ásamt Leon Hafsteinssyni og Andra Freyr Magnúsinni, hvorki meira en minna. Bjarkir í horninu, kemur Pekkirinn áfram á Gunnlaug. Gunnlaug hérna hendir Pekkirinn bara á markið. Róbert kemur Pekkirinn aftur í leik. Þung pressa hana frá Agli Þormónssoni. Markus verður á Bjarka. Bjarki tekur bara skotið, lendir hann í vörninni. Ómar Söndursson grípur Pekkirinn og kemur hann, reynir að koma hann á markið. Já, Jónatan og Tómas sýnir reynslu boltanum, lasið fyrir alveg með enga virðingu og lætur hann hafa það hann við battan. Hafþór Sigurðar með tilraun til skots hann á markinu. Heiðar kemur Pekkirinn og Axel upp kantinn. Eltir hann niður. Jóhann Leifsson Gunnar Stuttur og léttur vandræðagangur hjá Akureyringum í vörninni. Daniel kemur Pekkirinn á Styrmi. Styrmi snýr hérna við. Setur á Jónatan. Hann leggur í hann. Hann á Sölva. Sölvi kemur Pekkirinn áfram. Styrmi áfram með Sölvi Pekkirinn. Kemur Pekkirinn yfir. Sendingin ekki alveg nógu góð á hann Ævar hann sem var á kantinum. Hafþór, Ormur. Gitt kemur hérna inn. Markið Þorgils. Bak markið. Kemur hann áfram. Ómar. Birgir reynir hann að skot, lendir hann í vörninni. Ómar reynir að bæja hættinu frá. Það Níels sem kemur Pekkirinn aftur í spil. Og það Níels sem beint í pressuna hérna. Pétur Sigurs mótornum hérna í rauðu. Það mikill barningur hér í horninu. Þarna falla menn við, ekki algengt í hockeyleik. Hér ber spökkurinn út. Atli, þarna var hætta á ferðum. Það Níels. Það verður Markus. Markus tekur hérna lúmst skot niður við ísinn. Lendir hann í höndunum á Atla Sveinssyni, hann tjötur þetta áfram. Markus á mótonum. Það Bjarki sem kemur með pökkinn út úr hornunni hérna. Reyna að ná hérna einhverju léttu samspili. Það er reyna að þvæla hérna í gegn en það gengur ekki alveg til sér.
Reynir hann að bakhanda skot, þröngu færi. Hann Baltasar. Áfram með að sækja þrönd. Ævar segir nei takk og ekki hingað og ekki lengra. Svæfir þennan pökk. Akureyringar að vinna þetta uppkast. Hann Gunnar Arason ekki bjóði setja tvisvar. Lét bara pökklum á markið. Margt við þessara. Hér vinna Akureyringar pökkinn í hlutastafstæðinu. Hallur í battan, pökkurinn eitthvað upp í loftinu en þeir komast í það, Þorkil sér. Gunnar kemur pökkinum inn fram á hann. Jóhann Már Leifsson sem siglir hérna inn af sinni alkunnu snill. Hann kemst hérna alveg innstið. Þorgils mætir honum. Gunnlaugur, Egill skautar hérna áfram. Svo fer hérna hinum megin. Getur Langinn inn. Fín varnarvinna hjá honum Markusi Ólafssyni. Pétur Sigurðsson blá línunni með pökkinn hérna meðan hann honum inn. Þeir komast hér í gegn. Jónatan og Baltasar í pressun á hann. Þeir eru hann eitthvað eigast við Matthías Stefánsson hérna með þeim. Axel kemur pekkinum á Bjarka. Bjarki hendinu bara niður í horn og fyrir skiptingu. Heiðar Kristjánsson bara í baráttunni. Pökkur ennþá laus þarna. Kári Arnars. Kom pekkinum aftur þarna að vera yfir á Kára. Jónatan getur skotið að löngu færi. Ekki mikill kraftur í þessu skoti en það voru svona ykkur áttina. Kári, Jónatan, Daniel heldur tekur skotið að vantaði einnig svolítið upp á kraftin hana. Axel setur skotið bara beint. Róbert Steingrímsson í markinu alveg klár í þetta. Uppkast í varnarsvæði þessa. Styrmir Móks kemur pökkinn hann á marki bara. Þetta var þröngt færi. Styrmir ennþá með pökkinn hérna. Þorgils með skot, vel varið hjá honum Róberti. Hafþór lendi hann á gamalkunnum vegg gamla félagi sinni og Birki Árnasyni. Birkir hér með langa sendingu hátt yfir allt og alla. Þetta sigldi bara beint í frystingu.
uppkast í varnarsvæði SR. Það eru Akureyringar sem ná pekkinu mútið þessu. Robert gefur pekkinu minna. Í hornið. Og það er Þorgils. Hann er ytri kappi hérna við hann Heiðar Jóhansson. Og hann bara skóla pekkinum hátt og langt yfir allt og alla. Og það er Egill á móti Ingvari. Ómar Söndursson kemst inn í gegn. Léttur vandræðagangur hjá Akureyringum vörninni en þeir eru fljótir yfirleitt að jafna sig á því. Markus Ólafur hendir bekkinum niður í svæði. Kemur Atli Sveinsson, sendir bekkinina áfram. Markus kemur bekkinum yfir á kantinn. Það er Axel. Kemur bekkinum áfram á Kára Arnarsson. Atli Sveinsson eldir hann. Axel kemur hátt skot yfir Battan og hefur verið markið meira að segja. Mikil barátta hérna fyrir Battan. Ágætis tilraun hana hjá Axel og Heiðari Kristjánssyni. Það eru Akureyringar sem vinna uppkast. Gunnar hérna kemur pekkinum áfram á hann Hafþór. Reynir hérna skoti gegnum Daniel en gengur illa. Hann var þetta fyrir. Þarna var skot hjá honum Ormi Jónssoni. Jájá, hér er mikill hamagangur í kringum allt og alla apitinu. Hér er Styrmi Mokk kominn einn og óvaldaður inn í svæði Akureyringa. Hann kemst í gegnum það. Hann kemur pekkinu í hótt. Það er Jóhann Már Leifsson. Síðast er að koma hér dómur á SR-inga. Gunnar býður baka markið. Hann kom nú á siglingunni hann Matthías Stefáns. Hér fáum við dóminn. Það er krækja á hann Ómar Söndursson. Sindri ekki í neinu vafa með það. Er það sjaldnast. Og þá fáum við yfirtöluna hjá SA. Hvernig þeir munu spila úr því. Það verður afar áhugavert. Það eru já, Styringar ná að taka völdin í þessu uppkasti og koma pekkinum út. Atli hér, þá pekkin baka markið, skautar áfram. Sendir hér pekkin áfram á hann Birki Einarsson. Stoppar hérna niður í horninu. Það er Þolgis neðan. Pökkurinn alla leið yfir. Robert, það var færið þarna. Birkir er í smá vandræði með pökkina, eitthvað var að skopandi. Heiðar tekur skotið, reynir skotið
hanska megin, greip hanska megin á hann Ævar. En Ævar vel vangandi í markinu. Grípur þennan bögg. Bjarki kemur bekkinu bak við markið og þar Jónatan Otuma. Með honum var hann Ormur Jónsson. Gunnar koma bekkinum áfram, Jónatan kemur bekkinum út. Það rétt tæp mínúta eftir af yfirtölunni hjá SA. Jóhann hér undan marki. Hann siglir hérna af stað. Það verðist ekki margir alltaf ógnunum. Eitthvað gerist, jú. Jóhann, þeir eru pökkinn fyrir. En það Gunnlaugur Þorsteinsson sem skópla bekkinum út. Akkurinn koma bekkinum aftur í spil. Hafþór fellir hérna létt við. Þorgils með honum. Jói kominn í mixi líka. Andri Sverris. Ormur og fleiri. Það allir konur hérna. Skot, löngufæri. Það hafi ekki verið Hafþór. Það uppkast í varnarsvæði þess. Það eru 12 sekúndur eftir að yfirtölunni. Axel hendi bekkinu bara yfir allt og alla niður í svæðið. Og hér rennur tíminn út á refsingunni hjá honum Ómari og þeir spila hér 5 á 5. Og hér byrjar að spila. Vitjangásson kemur bekkinum áfram niður í horn. Það Pétur Sigurðsson og Birkir Árnason. Hér sjáum við Mattías í horninu baka markið, minna ég. Akkurinn á stjórn á bekkinu minna. Það skott löngufæri. Pökkurinn virðist hafa lent þarna í honum Mattíasi. Hér kemur Heiðar. Skot þarna, þröngufæri. Björn Már. Það eitthvað glímutökina. Ekkert óalálegt. Heiðar kemur bekkinum yfir á Markus. Markus feikar skotið, kemur bekkinum í hornið. Það Bjarki meðan með Pétur. Kári tekur hana hálfgert skot. Eða svona skotsendingu eða hvað það var kallað og vænt að spegla þetta inn. Þrjár mínútur og 3/4 eftir af fyrsta leikluta. Það Akureyringar sem vinna þetta uppkast aftur. Gunnar kemur pekkinn yfir á Sölvi, fipast á skotinu. Það Jóhann Leifsson sem að bera upp spil hérna svolítið. Og hér Sölvi komið fyrir 2 á 1 hérna, eða 2 á 2 núna. Það skot og þröngufæri, Pökkur rétt fyrir frá markið. Hér kom Marvin, það Jói sem áfram að sigla með Pökkinn inn hérna. Og Pökkinn áfram. Það Ævar Arngríms, Daniel, Ævar Pökkinn aftur. Hann reynar að koma Pökkinn bara niður. Það hálfgeir kraðak hérna. Það Þorgils sem tekur Pökkinn, skautar í burtu. Heiðar Jóhanns sem eldir hann, setur pressu. Það Egill
Þormósir sem fer fyrir línunni og skautar þetta áfram. Það er Robert kæfi pökkinn. Virtust nú vera laus þarna í augnablik. Hér flautar Leon línumaður að uppkastið hafi verið ólöglegt. Þegar Akureyringar hafi verið fljótir á sér. Það gerist. Bökkur hérna áfram. Það er Robert sem fer inn í hornið. Það er Birkir sem mætir honum. Kemur pekkinum á Þorgils. Þorgils hér stoppar eitthvað bak við markið en það er hamast á honum. Kári. Heiðar. Hann var sér pressu frá Pétri og hér kom pekkinum aftur niður í svæði. Hér komaður Axel, Kári og Heiðar. Axel með skot bara. Robert sá þetta skot allan tíman. Ég hveti ykkur eindregið ef þið eruð í námundi við Skautunum Laugardal að kíkja hér. Hér er skot. Fínasta skot hjá Ævari. Og það er Atli sem kemur með pökkinn undir horninu. Einu sinni sem oftar. Pekkinn er komið djúpt niður. Bjarki kemur pekkinum áfram. Það er Pétur. Komið pökkinn djúpt niður. Mattias fyrir með honum hana. Sölvi og það er Bjarki sem kemur og tekur þetta út hérna. Bjarki kemur pekkinum djúpt niður. Það er Bjarki nú var hún einn hérna. Jói með honum. Jónatan kemur pekkinum djúpt niður. Pétur fyrir Essa kemur pekkinum áfram yfir á Jóhann sendir pekkinn hann áfram. Ævar stekkur út úr markinu og heldur pekkinum í leik. Jónatan, löng sending. Egill ekki nógu snöggur í sendinguna en það var engin frysting kallað á þetta. Hafþór kom pökkinn hérna. Níels grípur pökkinn hér á loftinu og setur hann fyrir sig. Skautar hérna áfram. Há og löng sending fyrir allt og alla. Egill er rétt staður og við höldum áfram. Ómar kemur pekkinum yfir á kantinn. Jónatan heldur hann niður í. Það er Gunnar. Það er einn skot og mjög þröngu færi hérna. Egill, hann heldur þessu lifandi. Smá hætta á ferðum hérna en Akureyringarnir klárir í þetta. Andri Sverris kemur pekkinum áfram á Orm. Hann fellur við hérna. Og það er Heiðar. Andri klemmir hann með battan. Stöðvar hann í þessari sókninni. Staðan 0-0 eftir fyrsta leikluta. Hér er mjög góður efniviður í ansi spennandi hockeyleik. Ég hveti ykkur eindregið til þess að sækja ykkur popp og kók eða aðra drykki. Við verum komin aftur eftir rétt tæpar 15 mínútur.
Hér fá uppkast. Og það eru Akureyringarnir sem halda áfram að vinna uppkastin. Birkir kemur pekkinu með frá kantinum og hendur hún bara út af. Það Eskfirðingar sem vinna þetta uppkast. Þorkils reynir hér sending og Axelen pökkurinn alla leið yfir í svæðið SA. Og það frísting. Eskfirðingar vinna þetta. Birkir staldra harnan við horninu yfir á Þorgils. Þorgils áfram, sendir yfir á Kára. Kári kominn inn á siglinguna hérna. Kemur pekkinum inn, mætir Ingvari. Eitthvað pökkurinn að ping-ponga hérna á milli manna. Endar í höndunum á Kára sem kemur pekkinu djúpt niður. Það Axel og Ingvar fyrir SA. Heiðar kemur pekkinum á kant á Markus. Hvað gerir Markus? Tekur skotið. Róbert ver þetta niður í horn. Axel, Birkir. Hann að skot. Axel kemur upp pekkinum á Heiðar. Inn í hornið. Heiðar snýr þetta við. Missir pökkinn eitthvað frá sér hérna. Nafni hans Heiðar Jóhansson með hammast með honum. Lúmskot hjá honum Kára. Hér koma Akureyringar. Róbert Hafberg sem kemur pekkinu djúpt í svæðið. Pekkinu komum langt hérna yfir með Ævar. Styrmir kemur pekkinu aftur á Ævar. Yfir hornið. Einhver léttur darraðan fyrir fram markið. Sölvi kemur pekkinum áfram á Daniel. Daniel kemur á Ævar. Ævar kominn inn í svæðið hérna. Kemst hérna framhjá. Þar var Atli. Og svo Mattias sendir pekkin áfram. Það er Daniel sem sækja pekkin. Snýr hér snöggt við. Löng sending kantinn. Það var Pétur Sigurður sem komst inn í þessa sendingu á miðlínu. Svo Andri Sverris í framhaldinu. Jón Leifsson. En eitthvað ping-ponga pekkin á milli sinni hérna. Kemur Ómar Sundur og rétt missir pökkja fram með sér. Reisni tilbaka. Lúmskot hjá Andra Sverris. Jóleifs í smá átökum með hann Kára Arnars. Kári leggur að stað hérna. Hann er komin inn áfram. Og það er dómur á Akureyringa. Eitthvað menn að ræðast við. Hann hefur vatn. Og Sindri Gunnars gefur honum 2 mínútur fyrir að fella. Ævar og Öskar sína menn áfram svona eins og venjulega. Og þá eru Eskfirðingar komnir á yfirtöluna. Hér flautar
Sindri aðaldómari þetta uppkast af. Vildi meina að þeir staðið vitlaust í uppkastinu, Akureyringarnir. Það eru Akureyringar sem vinnaði uppkast. Ingvar tekur hérna snúning í horninu. Það hamast á honum hana, Kári yfir Axel. Axel tekur bara skotið. Róbert sá þetta og varði þetta vel. Egill, Axel fipast hérna á sendingunni. Heiðar eltir hann hérna alla leiðir niður í þeirra svæði Estiringana. Sölvi kemur á hirðið bökinn. Tekir Sölvi, sendir yfir á Axel brunnur á stað. Axel hendur pekkinu vel, rétt missa hann hérna frá sér. Hendur hann niður í svonið. Atli hendi pekkinum hér yfir allt og alla. Ævar tekur hér dífu á móti pekkinum. Kemur pekkinum áfram yfir á Sölva. Sölvi hér í róleitunum, sendir yfir á kantið, þarna er Ævar. Ævar kemur pekkinum á Björn Már Jakobsson og hammast á honum. Ari líka, Sölvi næði stjórn á pekkinum hérna á blálínunni. Sölvi býður hér, kemur pekkinum á Gunnlaug tekur skotið, oi, hottstöngin og út af þetta var rosalegt skot. Sjáum kannski endursýningu á þessu eldsnöggt, ekkert í boði segja útsendingarstjóri hér. Svo bara lóðbeint vísa til föðurhúsanna. Það eru Akureyringar sem vinna uppkastið. Gunnar hendir pekkinum alla leið yfir. Það er Þorgil, stoppar hann á blálínni og yfir, Birkir. Gunnlaugur niður í hotnið. Það er Heiðar. Ævar tekur bara skotið beint í Róbert í markinu. 30 sekúndur og 2 betur eftir af yfirtölunni hjá SR. En markalaust. 4:40 liðnar af öðrum leikluta. Axel hendir hér skotið, það lendir nú bara í vörninni hjá Akureyringunum. Bjarki hendur áfram, reynir að koma pekkinu fyrir markið á hann Kára. Sölvi, Kári tekur skotið, rétt að reyna hana við nærhornið. Andri Sverris og Axel hér í smá átökum. Axel hérna leggur af stað. Hann hérna fer hérna framhjá. Æði mörgum. En hann er tekinn niður. Áfram skal leikurinn halda. Hafþór. Bjarki með honum. Sölvi. Droppa bekkinum á Jónatan. Kemur bekkinum yfir og það er Bjarki á siglingunni. Kemur bekkinum áfram á Kára. Kári missar hann í hendunar á Gunnari. Gunnar hérna áfram, tekur skotið. Ævar verð þetta. Og hér fáum við flaut. Kórréttur dómur hjá Sindra. Mér sýnist Bjarki vera að fara að fá 2 mínútur fyrir að slá. Bjarki ekki sáttur við það. Ennþá eftir að finna leikmannin sem er sáttur við að fá dóminn sinn. Augli setur honum hér með. Akureyringarnir komnir á yfirtölun aftur. Akureyringarnir með uppkastið. Atli með skotið. Róvertina lendir hérna í vörninni hjá Birki og út. Kemur Heiðar Jóhanns. Kemur bekkinum áfram hér.
Finnst þetta vera Atli hér. Sveinsson snýr við. Sendir pökkinn áfram. Býður nú við. Hér eitthvað lítið færi. Það Þorgils sem nær pekkinum. Hendur nú bara lengst í burtu. Akureyringarnir þurfa að byrja sóknum upp á nýtt. Það er Jóhann Leifsson. Skilur pökkinn eftir fyrir. Það er fyrir sveit. Byttur við. Hér er nú eitthvað lítið færi. Axel fær pökkinn hérna. Tekur bara skotið. Pökkurinn lendir hann að vera hliðin á Róberti. En Jóhann Leifsson og Ormur Jónsson voru þarna velvakandi. Bæðu hættinu frá. Skotin í fyrsta leikluta voru 5 skot SA móti 9 SR. Það munar að minna. Akureyringar vinna þetta kvæðst. Gunnar stoppaði með baka markið. Andri Sverris siglir inn áfram. Andri Sverris siglir inn áfram. Hvað getur? Og skorar! Rosaleg sigla í þessum reynslubolta Andra Sverrisinni. Hann var ekkert að bjóða sér þetta tækifæri tvisvar. Og nú segja útsendingarstjóra hér á undirsýningin hérna, við sjáum þetta hérna og hann leggur bara af stað og hann lætur vaða á markið yfir öxlinn á Ævari og inn í markið. Staðan orðin 1-0 SA. Akureyringar vinna þetta uppkast. Ingvar. Ævar hér. Nær pekkinum á honum. En það er Heiðar Jóhannsson. Nær skotna pekkinum hann út úr svæðinu. Sölvi. Kemur pekkinum niður á Styrmi Mók. Styrmi með fyrir og þetta hefði geta orðið fínasta mark. Býður nú við. Flýgur hjálmurinn af honum Mattiasi. Þeir henda pekkinum lengst í burtu og hér er frysting. Eitthvað eru menn að æsa sig yfir því að Mattias hafi tekið upp hjálminn hana. En Sindri dómari ætlar að láta þetta bara blönd og leið. Kannski skiptir ekki öllu máli hér. Við fáum uppkast í varnarsvæði þessa. Það er Björn Mári Jakobsson, hvorki meira en að minna í uppkastinu þessa móti Ómari. Og skot! Ágætis speglun hann hjá honum Gunnlaugi. Hér er dómur. Mér sýnist Sindri vera að gefa Ómari Söndrusinni 2 mínútur fyrir boarding. Sjáum þetta hér aftur. Keirir hann í baki á honum og það fellur við. Já, þetta er í bókinni hjá honum Sindra. Aftur eru Akureyringar komnir á yfirtöluna. Það eru Eskfirðingar sem vinna þetta. Birkir Árnason hendir pekkinu bara allaleg niður yfir.
Gunnar Arason sem sækir pökkinn. Staldra hér bak við Markesa. Kemst þetta framhjá Axel. Þeir ná nú að koma pekkinum svona aðeins inn í milli. Hafþór. Þorgils nær að pota hann eitthvað í þetta. Andri Sverris markaskorarinn áðan. Það er Birkir sem kemur pekkinum. Reynir að koma pekkinum út en Gunnar Arason stoppa pökkinn á blálínu og heldur hann minni. Sölvi. Hann hendur hann í battan og bara langt í burtu. Lendir hann í dómurunum. Leikurinn heldur áfram. Það er Birkir yttur hann að kappi við Jóhann Leifsson. Atli með skot. Framhjá. Jói. Atli langt yfir. Hafþór. Lendir hann í vörninni á Sölva. Áfram eru Akureyringarnir helst til djúpt í svæðinu. Þeir eru að reyna að halda pekkinum niður í staðinu á SR og ná yfirbörðum þar. Sendingin upp. Baltasar. Pökkinn áfram. Þarna eru þeir rangstæðir Akureyringarnir. Akureyringar ná að halda pekkinum vel inn í svæðinu hjá SR. 15 sekúndur eftir af yfirtölunni. Atli staldrar í baka markið. Bíður eftir sínum mönnum. Gunnar leggur af stað hér. Nei, þetta var Ómar Freyr Söndrursson að pota í pökkinina. Kemur hann yfir á Heiðar. Eitthvað missetnaði sendingin hann. Andri Sverris nær koma pökkinum eitthvað áfram en það er Kári Arnars. Daniel. Áfram er Gunnar á sínum stað á blálínunni. Og með skotið. Og það var eiginlega yfir markið en mér sýndist Andri Sverris þarna að fara ölliti í markmanninn. Hér er skot á ramman en það er framhjá Axel. Kemur pekkinum yfir á Heiðar. Heiðar hér með svo til auðan sjó. Reynir hann að sendingu á Kára en hún misheppnaðist. Það er Hafþór sem er komið með pökkinina. Kemur pekkinum áfram yfir á Jóa. Jói hérna dingla framhjá. En setur pökkinn yfir. Ingvar finnur hér samherja. En pökkurinn endar í höndunum á Þorgils. Sem kemur á Sölva. Sölvi lendir hann á, já, sýndist á Ormi. Þá kemur Mattias. Þetta er Róbert Haberg. Einhver darrata síðan frá markið. Hér kemur Þorgils. Hann er bara komið fremsti maður á siglingunni hérna. Missi aðeins pökkinn frá sér. Ingvar. Róbert. Löng sending yfir. Þar var Heiðar Jóhanns. Hér eru Vestfirðingar að rangstæðir. Sýndist Þorgils vera eitthvað meiddur eftir sín samskipti við varnarmenn SR. Já, uppkast í rétt fyrir utan varnarsvæði þessa. Og Akureyringar ná að vinna út úr þessu.
Íslendingar ná að stöðva þessa sókn hjá þeim hérna. Bjarki hendur yfir á Gunnlaug sem speklar honum út af. Pétur kemur pekkinum á Atla, Pétur aftur. Baltasar kemst hérna í gegnum. Það mætti Bjarki honum. Hér reynir Gunnlaugur að komast í pökkinn en Pétur stór og staðilegur og kemur pekkinum áfram. Markus áfram. Þarna brotnar kilvan hjá Gunnlaugi. Brotnaði þarna í sendingunni. Við fáum uppkast inn í svæði þessa. Rétt tæplega 7 mínútur eftir að öðrum leikluta. Staðan 1-0 fyrir þessa. Axel reyndi þarna skot í gegnum þúfuna en það var einfaldlega ómargir skrokkar þarna fyrir. Kemur Ormur hér. Sendur pökkinn áfram. Pekkinu spekla hér milli manna. Axel hér í einhverjum snúningum. Þetta er Jónatan. Það er Gunnar. Eitthvað sendingin eða eitthvað óþægar hérna menna ég, ekki óþægilegar. Kári. Og það er skot hérna hjá Axel. Endur aftur í vörninni. Heiðar. Birkir með langskot og yfir. Birkir hefði sett þetta inn í gamla daga en það er annar mál. Jói kemst inn í gegn. 1, 2, 3 og 4. Róbert Hafberg á línunni. Hökkunum líka. Það er skot. Ágæti skottilinn hjá Birki einu sinni. Akureyringar vinna þetta uppkast. Ingvar skuttla pekkinum bak við markið. Það er Bjarki sem nær í pökkinn hérna. Löng sending fram. Beint á Ævar. Og það er Sölvi. Nei, fyrirgefðu, þetta er Styrmir. Þarna er Sölvi. Hann er Ævar með þeim. Ingvar sendur á Birki. Daniel skautar henni upp. Hann bara leggur af stað hérna með það. Það er Sölvi með á honum. Bökkurinn komin í hendunar á Bjarka. Bjarki skautar henni áfram. Þeim pekinn var djúpt niður og eftir hann. Ingvar eftir hann líka. Þetta var Níels. Bjarki hér í léttri baráttu. Róbert Hafberg. Ingvar. Löng skipting á Ingvari. Fín sending á Níels. Hér er hann sagður rangstaður. Leon Hafsteins alveg með þetta upp á 10. Alveg 100% í sínu. Sjáum þeir náttúr. Já, getur verið að Níels hafi verið komin inn fyrir. Sést kannski ekki vel á vídeónu. En við erum ekki að deila við dómaran, ekki hér frekar en annar staðar. Við fáum uppkast. Það er Birkir. Endi pekkinu bara djúpt niður í horninu þessa. Pétur.
há og löng sendingan yfir. Endar í hendunum á Birki. Birkir innir hana stungusendingu á Heiðar Kristugar en Heiðar ekki alveg á þeim stað sem pökunum var. Við fáum hér frystingu. Og uppkast í varnarsvæði SR. Það er SS sem vinnur þetta uppkast. Þorgils búinn að jafna sig á byltunni áðan. Það var Birkir sendir bökina á Kára. Kára yfir á Heiðar. Heiðarinn áfram yfir á Kára. Það er Jóhann Leifsson. Þetta er smá byltu þarna. Kári Arnars. Stungusending hér á Styrmi. Axel sendir tilbaka. Þorgils. Önnur stungusending hér. Það er Styrmir. Ævar með létta tæklingu hérna í horninu á landsliðsfyrirliðan. En hann letur að þetta ekki á sig fá. Heiðar Jóhanns hér bara reynir að koma pekkinum áfram. Ævar nær að koma pekkinum inn en Styrmir var þarna rangstæður. Vestringar sem koma að pekkinum inn í svæðið. Það er Sveinsson. Markus kemur pekkinu djúpt niður. Það er Egill. Reynir að koma pekkinum upp á bláu línuna en tekst ekki. Íðinu við. Einhver meiðsli hér. Þetta dómararnir að ræða málin. Gera það yfirleitt ef mögulega gera á einhverju broti. Mér sýnist ekki. Það fáum við uppkast á miðju. 2,5 mínúta eftir öðrum leikluta og 3 sekúndur betur. Eskeringar að vinna þetta uppkast. Jónatan eftir á Mattiasi og Jónatan sendir pökkinn bara alla leiði yfir í fyrstingu. Eskeringar sem uppkastið. Daniel fram á Heiðar. Heiðar stendur upp bara og tekur pökkinn næsta manni. Hafþór Jóhann skot í vörnina hana, býður nú við. Það er einhver dómur hér.
Já. Sindri Gunnars ég held ég bara 2 sýnist að Jónatan Ótúma og Hafþór Sigurjónsson verða að fara út af. Já, þeir eru að fá sig hvora 2 mínútur fyrir roughing eða grófan leik. Og liðin spila 4-4. Það engin útjöfnun hér. Ekki þegar lið eru í jöfna styrk. Það Akranes að vinna þetta uppkast. Það koma pekkinum áfram. Gunnar kemur pekkinum yfir á Baltasar. Baltasar hérna í horninu. Og losnar aðeins menn. Það ekki jafn margir skrokkar á ísnum í einu. Það gefur mönnum aðeins meira tækifæri. Ormur, skot. Ævar að verið þetta. Annað skot frá Baltasar. Ævar að verið þetta. Já, Hafþór fekk 2 mínútur fyrir að slá, slassing og Jónatan Ótúma fekk 2 mínútur fyrir roughing. 2 mínútur mann sem þeir fá að kæla sig í refsibóksinu. Leikurinn heldur áfram 4-4. Akkur þetta Ingvar og það skot. Fínt skot þarna hjá Atla. Svolítið færi það var rétt framjá. Hér Ormur, eða Birkir fyrirgeði. Birkir skýtur pekkinum hana en lendir í varnarkillunni hjá honum Birki Árnasyni og pökkurinn upp í möskvana. Restir Inga sem henni uppkast. Heiðar undir pökkinu yfir á Kára. Kári siglir inn áfram. Hann kominn inn í gegnum allt. Kominn niður í horn. Heldur uppi. Hér kemur Atli á siglingunni. Það komið fram hjá. Já, og stöngina. Það var gjörsamlega opið færið þarna. Það mátti ekki miklu muna. Kári, löng sending fram. Þarna Axel Orangan. Hvað gerir Axel? Kemur fram á skotið yfir. Það var Heiðar kominn hérna. Reyna hann að sendinga á Axel en það voru ómorgar rauða treyjur hann í kringum hann. Hér Þorgils kominn hérna eiginlega 1 á móti. Heiðar skotið. Frákast og Þorgils Eggertsson skila pekkinu í markið. Við sjáum þetta hér aftur. Við sjáum þessa sendingu hjá Þorgils hér og bakhanda skotið hjá honum. Já, var þetta sending. Breytir engu. Það var Þorgils sem setti pökkinn í netið á endanum. Staðan orðin 1-1. 18 sekúndur eftir af öðrum leiksluta. 17 sekúndur eftir að refsitíma strákana sem eru í kælingu og uppkast á miðju. Takk fyrir. Það Ormur sem nær koma pekkinum aðeins inn í svæði. Gunnlaugur hendir pekkinum niður eftir og það frysting. Liðin eru í jöfna styrk.
það er hann koma pekinu, það er Gunnar lendir hann í lærum á Níels og leiktíminn hér í öðru leiklota rennur út staðan 1-1. Við förum að fáum okkur eitthvað hjartastillandi, sjáum sér aftur eftir 15 mínútur.
Þá fyrir við að sigla hér í þriðja og síðasta leiklutan. Það er Birkir Árnason að koma pekkinum áfram. Gunnar yfir á Andra. Andri yfir á Orm. Já. Birkir missir pökkinu létt frá sér. Ævar kominn hér í einhverja skoðaferð. Heiðar Kristjánsson skautar hérna upp kantinn. Hérna létt skot. Axel siglir með blálínu, tekur bara skotið á rammann. Þetta var eiginlega bara beint í fangi á honum Róberti. Ekki mikil hætta á ferðum. Hér rétt á eftir mætast sömu lið í meistaraflokki kvenna. Endilega kíkið við eða stillið hér. Akureyringar er uppkastið. Ingvar býður átakta. Hann leggur af stað hér. Löngsending á miðju. Hann var Heiðar Jóhanns. Það var engin frysting á þetta. Hann snerti pökkinn yfir miðlínu. Aftur Heiðar hér. Pökkinn niður. Sölvi hendi pekkinum út. En það er aftur Heiðar sem... Aftur er Heiðar hér. Heiðar. Reynir hann að skotið en nærði ekki alveg nægilega vel. Hér er sending upp. Hér er Styrmi Mók. Hann reynir hann að komast í gegnum þá en... Það er ekki alveg. Pökkurinn siglir hér framhjá allt og öllum. Og við fáum frystingu. Akureyringarnir er eitthvað ósáttir við þetta. Já. Sindri aðaldómari tekur hér yfirmanns ákvörðun og segir bara uppkast á miðju. Skoti á Ævarinn. Ævar ver þetta niður í horn. Það er Daniel. Gunnlaugur. Daniel. Reynir hér eitthvað að... Hann skóplar pökkinu upp. En það er Baltasar sem grípur pökkinn og setur hann fyrir sig. Áfram með Baltasar hérna með pökkinn. Áfram með Baltasar með pökkinn. Hann tekur skotið. Lendir hann í vörninni og yfir. Daniel, Baltasar, Mattias. Þetta er pökkinu bara Pétur, Pétur myndir hann frá hér. Það er Gunnlaugur Þorsteinsson sem eltir pökkinu upp. Ásamt honum Atla Sveins. Hér er lalegt samspil. Adna greip Gunnlaugur Þorsteinsson tækifærið. Kom pökkinum á Axel Orangan sem laumaði hann fram hjá honum Róbert í markinu. Fjárstöngina inn við sjáum þetta hér aftur. Örlítið varnarvesen hér. Sendinguna hér og hann svona afgreitt. Staðan orðin 2-1. Estri vil. Nóg eftir að þriðja leikluta. Skotin í öðru leikluta voru 8-8. Allt á jafnt á tölunum. Hér er Axel komið með pökkinn aftur. Hann siglir náður. Það er Gunnar sem hirðir hann á honum. En áfram er Darraðans í varnarsvæði þessa. Pökkurinn siglir út af Þorgils hér á línunni. Sendir pökkinn bara á rammann. Estringar hér. Þorgils. Birkir. Tekur skotið. Það er rétt framhjá. Heiðar. Hendi pökkinn niður. Lendir ílega bara þarna í Ormi. En það er Ormur fyrir og sækir hann. Sölvi pressar. Ormur snýr hérna við. Sendir yfir á Ingvar. Ingvar kemur pökkinn á Gunnar. Gunnar yfir á Orm aftur hérna.
Ormur lendir hér á Markusi. Létt Showtime tækling hér í gangi. Og Styrmir, Steinn Mokk komin hérna inn. Það gerir Styrmir, reynir hérna skotið, lendir í vörninni hjá honum Sveini Sveinsinni. Ingvar að reyna hér sendingar. The Versokrus. Fáum uppkast í svæði þessa. Það eru Akureyringar sem vinna þetta uppkast en pökkurinn best í hendurnar á Róberti sem kæfir pökkinn í snarastað. Það er sikkert þetta Kári og skot þarna, náði tánni í þetta hann Róbert í marki þessa. Pétur reynir að koma bekkinum áfram. Mattias, refseringar ná stjórn á bekkinum. Kári, þarna var Heiðar að reyna að skjóta í gegnum vörnina en pökkunum skoppaði út. Róbert kemur bekkinum á Baltasar. Pökkurinn í hóðninu. Atli skipa bekkinum áfram. Það er Axel sem kemur bekkinum á Bjarka. Löng sending fram á Kára. Bjarki fær pökkinn inn aftur og nú leikur Bjarki af stað. Hann er með kraft í löpunum. Reynir hann að skot. Lendir hann í vörninni hjá honum Atla. Ævar inn í baráttunni við Pétur og Hafþór. Engin veit hvað pökkurinn er nema Ævar við við. Áfram er einhver darratans hérna. Pökkurinn hoppar hér á milli manna. Það er endanum Pétur sem gefur pekkinum áfram að Hafþór. Og Hafþór hér snýr Styrmi af sér. Komin inn í svæði, einn og óvaldaður. Jóhann Leifsson hendir pekkinum í svæði. Ævar stoppa pökkinn hérna og gefur sínum mönnum færi að taka skiptingu. Níels létta snúning hérna. Jónatan að koma að leggja sér ykkar stað. Jónatan missir pökkinn frá sér hérna á vondum stað. Andri Sverris hyrrir pökkinn, kemur inn í svæðið. En þá mikil baráttu um pökkinn hérna. Gunnlaugur leggur hér af stað með Níels vini sínum. Þeir eru komnir tveir hérna niður, þrír. Snúandi við, Róbert Hafberg kemur pekkinum áfram. Pekkinum áfram, Róbert fellur hérna við. Ekki dæmt á þetta. Það er ekki dæmt þegar menn detta sjálfur. Sending upp á rauðlínu. Það er Ormur að mér sýnist. Nei, þetta er Birkir Einarsson. Þeir eru tveir hérna með annan númer 18 og hinn númer 8. Ingvar lendir hann á Kára. Birkir kemur pekkinum áfram á Kára en pökkurinn endar í höndunum á Ingvari. Og svo í höndunum á Atla. Atli siglir inn áfram. Björn. Og hér snúa Esteringar sókn í vörn. Vörn í sókn minna ég. Pétur. Skot frá Þorgils en mjög langt framhjá. Birkir hérna hendir pekkinum, reynir að halda pekkinum inni. Það er Styrmir Mokk sem tekur pökkinn hérna, kemur hann yfir á Ævar.
Ævar nær að koma sér í gegnum, hvað gerir Ævar? Nei, missir pökkinn í hendun á Pétur. Pétur með pökkinn, Vattan, Bjarki reynir að koma pökkinn á markið, það lendir bara í vörninni. Kemur Pétur hérna, göslar hérna fram, Markus, Bjarki, sending fram og það er Gunnlaugur og það er kallað að spila. Jói, Andra Sverris kom pekkinum áfram, Hafþór. Býðum við. Mér sýnist Sindri verið að gefa hér bekknum hjá SA 2 mínútur fyrir kjaftbrúk sýnist mér. Það þýðir ekki að öskra á dómarann í miðjum leik. Það þýðir að Hesteyringar eru komnir á yfirtöluna. Það er Baltasar Hjálmarsson sem sest í refsibóksi fyrir SA. Situr þar í sléttar 2 mínútur. Nú skulum við sjá hvernig SR vinnur úr þessari yfirtölu. Eins líka hefur vörnin hjá SA verið gríðarsterk undanfarin ár. Þarna var skot frá Axel. Egill hér í barningnum í horninu. Axel. Skot frá honum Kára. Kári hérna aftur Axel. Egill. Það var mjög snöggt skot hjá honum, hefði getað farið. Hér kemur Gunnar Arason sem hefur verið æðudrjúgur fyrir SA síðastliðin ár. Engin breyting orðið á því hér. Komið að segja Sölvi. Hleypa mönnum í skiptingu. Róa þetta niður. Birkir slakar hér vel bak við markið. Það kemur Heiðar undan marki. Siglir hérna áfram. Aftur á Birki. Yfir á Gunnlaug. Birkir. Löng sending fram á Ævar hérna. Hann er svolítið einn. Gunnar hendir pekkinum út fyrir SA. Ævar Þór Björnsson hér í sínum frægu skógaferðum heldur pekkinum í leik. Kemur Þorgils. Hann er með kraft í löpunum, við sjáum það hér. Hann siglir hérna ára, Þorgils tekur skotið. Róbert var þetta vel. 3 sekúndur eftir að yfirtölunni. Eins og ég sagði að vörnin hjá SA hefur verið sterk undanfarin ár og það breyttist akkurat, já, ætla ekki að segja ekki neitt. Já, það minkaði allavega ekki þegar að Ingvar Þór Jónsson og Björn Már Jakobsson, þeir reynslumiklu leikmenn, tóku fram skautan aftur, styrktu vörnina það. Vissulega komið til árásinna en eru, já, og hafa verið svona sterkasta varnarpar landsins undanfarna 2 áratugi eða svo. Markus hér, kemur þetta marki, kemur á Bjarka á kantinum hérna. Hérna er sending eitthvað að missunast, en það Styrmir ræður þessu. Sölvi, komin hérna inn í svæðið.
eitthvað að reyna alltaf spilinu gangandi. Náða og Jóhann Leifsson, hann að snúa Bjarka inn á sér og hér dómur og Eskfirðinga. Já, mér sýndist kilon hjá honum Bjarka flækast í lappinur á honum Jóhanni. Menn bera ábyrgð á sinni kilvu. Þetta var ekki Bjarki, þetta var Sölvi. Þannig að nú eru Akureyringar komnir á yfirtöluna. Það eru tæpar 10 mínútur eftir að þriðja og síðasta leikluta, staðan 2-1 fyrir SR. Akureyringar geta náða í jafna leikin hér. Róbert sækir pökkinn niður í svæði. Skýla hann eftir í Atla. Leggja Akureyringar stað. Róbert Habrik hér, siglir inn áfram. Hann komin hérna lengst niður yfir. Löng sending fyrir. Róbert Jóhann. Hann setur pökkinn alla leið yfir. Ari Birkir fleiri. Það Ómar Söndursson að hendi pekkinum út og alla leiðir niður í svæði SA. Endurstilla sóknina. Jóhann siglir hérna áfram. Andra Sverris aftur á Jóhann. Hann kemst inn í gegn. Kemur pökkinu mér á Ormur tekur bara skotið. Ævar í marki SR speklaði þessu bara út í horn. Fínt samspil hjá Akureyringum. Þvílík fórn hérna. Bjarki var ekkert að hugsa eigin velferð hér. Biðin og við. Hér eru SR-ingar að uppskera annan dóm. Tvær mínútur fyrir að halda. Það Axel Orongan sem fer í boxið. Þetta getur orðið dýrt fyrir SR-inga. Akureyringar munu spila hér 5 á móti 3. Þetta verður erfitt fyrir SR-inga. Þetta tekur miklu orku mönnum að spila 3 á 5. Gunnar. Jóhann. Ómar Söndursson hendi pekkinu bara hér hátt og langt yfir allt og alla. SR-ingar nýta tímann til að skipta. Kemur Atli hér á siglingunni. Siglinn inn. Níels nær að stoppa hann hérna. En þá Sölvi komin úr sinni refsingu. Hvað gerir Sölvi? Sölvi tekur skotið. Það var yfir. Níels kemur ekki djúpt niður. Gulli með honum. Jóhann hérna tekur nokkra létta snúninga. Sölvi, Bjarki, Níels. Níels sendir pökkið bara aftur á Sölva. Það að drepa tíman hér. Reynar hér háa sendingu. Róbert. Sendir þetta niður á Heiðar Jóhannsson. Róbert Haberg hér. Sölvi og Ormur hér.
Hér liggja menn í horninu. Og einhver dómur sýnist mér. Sýnist Róbert Aberg vera að fara í bóksið. Fær 2 mínútur fyrir crosschecking eða kylfubragð eða bregða með kylfu. Auglýsi hér með eftir góðri þýðingu á orðinu crosschecking. Íslensku fræðingar landsins mega endilega spreyta sig á því. En áfram höldum við hér í Laugardalnum. Eitthvað voru F-sendingarnir að miskila skiptingarnar en það breytir engu hér. Þeir spila 4-á-4 í 22 sekúndur. Og það er F-sendingar sem vinna uppkastið. Þorgils, Birkir hérna reynir fast skot með ísnum en Þorgils svif sendingu hérna niður í hornið. Birkir, Kári, Axel sendir yfir á Egil og vel varið hjá Róberti. Skot hér, lendir í vörninni hjá honum Ingvari. Það er Kári sem með pökkinn. Axel með lúmska sendingu þarna á Egil. Sölvi, Egil reynir hann að sendingu á Kára hinum á kantinum en varnarmúr SA komst inn í þetta. Þorgils síðan með bökkinn baka markið. Það er Sölvi sem kemur og sækir hann. Sendir aftur á Þorgils. Eitthvað misheppnuð sendingin á Birki þarna á kantinum. Ævar kemur bekkinum yfir á Þorgils. Hvað gerir Þorgils? Kemur hann yfir á Gunnlaug, yfir á Birki. Sölvi. Eitthvað var sendingin ekki alveg að ganga hana. Sölvi kemst inn í sendinguna. Hendi bekkinu bara niður í svæði þessa. 10 sekúndur þangað til að liðin spila full mönnuð. Bjarki kemur bekkinu yfir á Þorgils. Yfir á Kára. Það er Heiðar Jóhann sem er með áramina. Liðin spila full mönnuð núna. Axel. Yfir á Heiðar. Heiðar hennar reynar að tróða honum inn en gengur ekki. Heiðar í smá átöku við hann Pétur hérna í horninu. Og það er Bjarki sem kemur með. Heiðar eins og þar kemur pökkinn út. Eða hvað? Bjarki kemur pökkinum áfram. Markus tekur skotið. Róbert varði þetta. Getur skópla pökkinum út. Markus eftir. Markus hér dvelur bak við markið. Daniel yfir á Níels. Há og löng sendingina yfir á Gunnlaug hinum á kantinum. Gunnlaugur, skot. Róbert verð þetta. Esteríka við neitkastið. Gunnlaugur hérna, tekur bara skotið, vera beint á ramman.
Róbert vel þetta. Þrjár og hálf mínúta eftir að þriðja leikluta. Staðan 2-1 fyrir SR. SA vinnur þetta uppkast. Gunnar, Hafþór, Birkir, hendir pekkinum hér lengst niður í horn. Og það er Ormur. Þarna fer pökkurinn í glerið út af. Engar 2 mínútur á þetta. Til þessar pökkurinn að fara þráðbeint út af kilvu leikmannsins í varnarsvæði. Því ekki að drefa hér. Ester er vinnað uppkastið. Ævar, skot á Róbert og mark! Þarna var Styrmi Steinn Mokk réttum maður á réttum tíma, grípur hann að frákastið og kemur pekkinum í markið. Við sjáum þetta hér, skotið kemur, Styrmi grípur hér frákastið og skópla pekkinum inn. Staðan orðin 3-1, Ester í vil. Sending er upp á Andra Sverris. Markus reynir að koma pekkinum áfram en eitthvað virðist þetta að vera auga á mark. Ég skal segja ykkur það. Þarna voru Akureyringar mjög fljótir að nýta sér varnarmistök hjá SR. Við sjáum þetta hér. Sendingin yfir. Pökkurinn skoppar á löppinu á Jóhanni í Ævar og aftur til Jóhann sem lét ekki bjóða sér það tvisvar og þeytti pekkinum í markið. Staðan orðin 3-2, 2 mínútur og 52 sekúndur eftir. Það getur allt gerst, góður áhorfendur. Hér er Andri Sverris kominn inn í svæðið. Hafþór, Gunnar. Pekkin er komið djúpt niður. Það kemur Atli, sending upp í dyr. Hér er létt handsending eða handpass. Það má ekki slá pökki niður til samherja, má slá hann niður til þín en ekki til annars. Það er Akureyringar sem vinna þetta uppkast. Róbert Haberg kemur pekkinum yfir á Baltasar. Baltasar skoða pekkinum, Sölvi hendi pekkinum upp í loftið. Það er Styrmir Mokk, markaskorur á þeim sem er hér að pressa stíft á þá. Núna koma pekkinum hér inn í svæðið áfram. Þeir komast hér, Bjarki og Heiðar Kristjánsson niður í svæðið. Bæði Birkir Einarsson og fleiri eru hér standi í vörninni. Heiðar hér í baráttunni í honunum. En það er Ester sem vinna þetta. Var ágætis tilraun hana hjá Axel Orangan að senda yfir á félaga sinn. Birkir missir hér Orm
rétt fram hjá sér, eða Birkir segi ég, býði nú við. Hér Axel Órangan kominn, einn á móti Atla. Atli fellir við, Axel það með pökkinn. Heiðar reyndi að, það há og löng sending. Hér rangstaða á Hafþór Sigurjónsson. Góð tilraun enga síðun. Hefði geta hleypt líf í leikinn. Essa tekur líklega. Það hefði við líka gert. Sekúndur komnar á klukkuna og gott betur. 20 sekúndur eftir að leiklínu. Staðan 3-2 eftir yfir. Þykir ekki ólíklegt að Sami Lehtinen og Rúnar F. Rúnarsson hafi gefið Róberti tilmæli það að skjótast á bekkinn ef Essa vinnur uppkastið. Þeir eiga von þess að jafna leikinn. Ef það gerist þá förum við hér í framlengingu. Það eru Akureyringar sem vinnur uppkastið. Atli snýr af sér Heiðar. Atli skautar inn áfram. Atli komur á flegi ferðin í gegnum allt og alla. Jói missir pökkinn hérna. Sölvi hendir pökkinum út. Það Gunnar. Róbert farin úr markinu. Hér kemst Axel í sendinguna. Axel, hann sendir pökkinn bara lóðbeint í markið. Lóðbeint í mannlaust markið. Við sjáum þetta hér aftur. Hann kemst hérna inn í sendinguna, býður og lætur pökkinn vaða á markið, mannlaust markið. Staðan er 4-2 fyrir SSI. Það Eskfirðingar sem vinna þetta uppkast. Pétur innan sendingu inn á fjárbláu. Pökkurinn endar í höndunum á Pökkurinn fór af kílunni á Heiðari Kristiansenni og út af. Við fáum bara uppkast á miðjum. Heiðar hendir pekkinu bara hérna niður í svæði. Pétur og hér rennur leiktíminn út. Staðan 4-2 fyrir SR. Deildin hefur held ég ekki verið opnari árabil. Það verður fráleitt að sjá hvernig fram heldur. Næsti leikur 11. Ekki þriðjudaginn 11. þar sem SR fær Fjölni til sín hér í Laugardalinn. Sá leikur hefst klukkan korter í 8. Verður streymt héðan út alveg á manda. En hér eftir rétt hálftíma hefst leikur SR og SA í herdeild kvenna. Ég hveti ykkur eindregið til þess að stilla inn á það.
ennþá betra að mæta á staðinn. Við segjum þetta bara takk í kvöld, sjáumst á eftir. Takk fyrir og góða nótt.